Hi besties. Hi besties. Oh my god, það stutt eftir nóvember. Vá, það svo stutt. En vá, hvað kom mikið jólaörtröð. Án gríns. Umferðin crazy. Já, hún var strax byrjað að vera crazy. Já. Það er crazy. Þeir eru pottet líka að hlusta núna í crazy umferð. Já, örugglega, sko. Hvað sem þessi morgun, mist bara umferð núna allan daginn. Allan daginn, já. Vá, ég bara festist líka bara umferð í Kópavoginum, skilur. Já. Bara hellaður umferð. Já. Þetta alltaf sturlað. Já, fólk byrjað. Já, mér svona minnsta, ekki þetta sé umferða podcast, en þú veist það svona minnsta umferðin finnst mér svona eins og í dag, þegar við skuttumst hérna eitthvað, þá var ekki mikil umferð. Já, klukkan 3. Já, það var alveg gott þá. Já, það var fínt, sko. Post það, Já, það var bara screwed. Já. Semi-screwed. Sí, en talað við jól, herra, við erum með Happy Hydrate. Ég er svo spennt á mér. Ég líka. Við erum með þetta öðruvísi núna. Við getum sett þetta í brúsin okkar eða bara hrist þetta beint í glas. Já, hvað ætlar að gera? Ég ætla að setja í glas. En þú? Cuppity cup. Já, ég ætla að gera það líka. Það svo vel. Nei, sko, þetta uppáhaldshappið mitt núna. Same, þetta það. Þetta svo gott. Bara svo næs, svona smá pick me up. Þú veist, þegar maður kannski búið með koffín dagsins. Koffín magn dagsins, sko. Já. Það var næs líka að fá sér eitthvað fresh. Það það nefnilega, sko. Bara söltum og steinurinn sem það þarf, sko. Og líka því þetta bara eins og eitthvað nammi. Þetta það. Þessi happy. I love that. Við erum enda með a cute shaker for you guys sem eru að horfa. Já, ég ekki alltaf að horfa líka. Þetta heitir ekki shaker. Nei, þetta hvað heitir þetta? Whisker? Já, eitthvað. Ramax whisk. Hlusti. Þetta bilað? Ef þetta bilað, já, ok. Þetta getur eitthvað allt annað. Já. Það svo gott þetta líka vel blandað, sko. Já. Einu sem missing eru klaganir. Rétt. Þá þetta svona luxus, sko. Þurfum við að kaupa okkur klaka en skrifstofuna, sko. Við eigum klakað, það ekki? Ég bara vissi ekki hvað við ættum að geima hann. Nei. Þannig að hvað gerir þetta svona? Já, ekki búin að smakka jóla happy, this is your sign. This is your sign, sko. Það alltaf gott. Alltaf gott að vera með smá jóla. Já. Nú getum við byrjað þátt. Já. Komið góðan drikk. Rétt. Staying hydrated. Já, hún gríns. Ekki alltaf allir með bara góðan drikk? Maður ekki alltaf með drikk? Jú, það alltaf gott að vera með góðan drikk, sko. Já. Þú veist, þótt þessi bara vatn fullt af klökum, þú veist, happy, bara, maður reiknir alltaf með drikk á sér. Já. Það svo gott sem maður skipta úr vassbrúsunum yfir eitthvað smá teist, sko. Einmitt. Þetta fullkomi. Ég elska þetta, sko. Ég elska að fá mér líka á kvöldin, bara svona, þú veist, eitthvað næsi fyrir svefn og eitthvað. Þetta svo næst þegar maður búin að fá sér all the caffeine. Eða, og talandi kaffínlausa drikki, Coca-Cola, Zero. Oh my god, Zero, sko. Það langt best. Já. Já, líka fólk í fjölskyldunum minni sem drekkur ekki Coke Zero. Já, ok. En þau elska Zero. Já, það? Já, þau bara síðan það kom, það var alltaf til Zero núna. Ég bara, fucking telling you guys. Já, ég skil samt ekki, verður við ekki fólk sem að finnur bragðmun. Á Zero og Zero? Já. Það alveg bragðmunur. Finnst þið það? Já, mér var góðan hátt, sko. Já. Ég elska Zero og ég elska, mér Zero svona ekstra umf. Mér finnst það svona nærtust diet-kókinu, veist hvað ég meina? Já, ok. Það eitthvað öðruvísi. Já, ég skil hvað þú meinar. Það eitthvað öðruvísi þegar það ekki koffín í því. Ég hefði haldið að það væri verra með engu koffíni, en það mér finnst það betra. Já. For some reason. Já. I don't know what it is. Léttara. Það eitthvað. Já. Það eitthvað öðruvísi. En stundum bara, vill ég fá venjulegt, en stundum bara svona, vill fá þetta. Sérstaklega ískalt Zero, sko. Það svo gott. Það svo gott. Já. Ískalt Coke Zero, ískalt Coke bara. Já. It's all good. So good. Já. Byrgið ykkur upp á drikkjum. Án gríns, við romantæsum alla drikkjum okkar. Bara alveg nýja að gera, sko. Það bara svona, hvað drikka ég fá mér í dag? Já, ángríns. Ég vil alltaf bara alla drikkjum á mínu uppáhalds. Ég líka. Every day. Every fucking day. Þú veist, ángríns. Það bara þannig. Eitthvað sem ég ætti líka að fá mér alltaf ballerínakeksi. Já, það svo gott. Já, það ógeðslega gott. Já. Sérstaklega piparkökur núna, sko. Án gríns. Nei, líka, ég opnaði þennan piparkökukassa áðan, setti piparkökuballerína inn á disk og það ilmaði stúdíóið. Já. Piparkökulyktin inni svo góð. Eitthvað betra en piparkökulykt? Nei. Það jólin, sko. Já, það jólin. Þannig að ef ykkur langar bara í piparkökulyktina, þá bara setti gott ballerína á disk og ángríns. Það bara ilmar allt. Já, satt. Dásamlegt.
Dásamlegt. Hvað er búin að stúsast? Ég að stúsast núna helling að ég að fara til París á morgun. Þannig að það er brjálæði að gera. Akkur er svona mikið að gera þegar maður er að fara til útlanda. Maður er alltaf svona, þú veist, einmitt, maður er alltaf svona, ok, og þetta og bara stúsast, maður kemur aldrei jafn miklu í verk. Ángríns. Maður er bara á fullu. Já. Það er svo gaman, það er samt svo svona kaotist en samt svo gaman. Maður er svona, ok, ég þarf bara, þú veist, þú hefur ekki tíma til að chilla, þú verður bara get things done. Já. Það þýðir ekki að snúsa á þessu, sko. Nei. Heldur þú að taka bara einu tösku? Já. Stundum sko þegar við að ferðum saman stundum, eiginlega alltaf þá erum við líka að taka stúdíóin með okkur stundum þá er bara herðum við þyrstum auka tösku já, við tökum ef við erum 2 þá tökum við auka tösku ég bara segja þegar maður fer til París það er svo mikið að jökkum taka svo mikið pláss en bara trixið er að fara í stæðstu kápunni sko? já. Og svo er ég náttúrulega að fara með vinkonum mínum þannig að við erum að svona skipta niður já, bara ef þú ætlar að taka þennan lit á kápu þá tek ég þetta þá getur við skipt það er rosalega sniðugt já, ég treði líka alltaf ég tek alltaf handfarangurstösku líka sko. Það, ég sleppi því ekki og veski já, og svo stóra bara tepósveski mitt skilur my tote bag, það er perfect fyrir ferðarleið er það? Já, það er það þannig að já, ég ætla bara í því ég ætla líka með bleikutöskunar okkar 9 ferðartöskunar þannig að bleika tepóstöskan passa svo vel með perfect en já, ég set alltaf þú veist, kápuna mína sem passa, svona kápuna sem ég get svona setja í svona lítinn ferðapoka og treður kápuna þar í og í, þú veist, handfarangurinn og tekur hann ekki eins mikið pláss í check-inu já, alltaf náðu og öllum svona loðhöttunum mínum ég setja það allt í handfarangur já. Það vill ekki hafa það eitthvað þungt, skilur en það má vera eitthvað sem tekur pláss já, satt, já, Já, algjörlega Max Hacks. Já, þetta er rosalega erfitt. Þú veist, það var sko í París sinnstöku var 15-17 gráður. Er það? Já, en núna er konar niður 2. Vá. Já, það er bara hella dropp og það er bara ískallt. Já, þannig að ég var svona, ok, ég þarf ekki að taka eitthvað það mikið hlýtt. Svo núna er það bara búið að breytast. Þannig að ég er bara þakka, ég þarf að rearrange svona my outfits. Já. En er eitthvað rigningsbáðu eitthvað þannig? Nei, það er bara sól og kallt. Ok, það er þetta perfekt. Elska það. Já. Svo bara eins og þegar við erum alltaf búin að fara svona svipa við. Já. Svona nema aðeins kaldara, sko. Já, hljóma svolítið. Já, það er alveg kallt, sko. Akkur 2 gráður líka í útlöndum kaldara. Út af rakanum. Já, það er líka. Ég held að segja eitthvað þannig. Þú veist, það er svona eitthvað gnístingur meira. Ég veit, það er eins og í Köpen. Já. Það er fucking kallt alltaf í Köpen, finnst mér. Já, okkar langt sinni samt fór Köpen á langt. Ég hef aldrei farið á þessum tíma. Ég fyrir alltaf, þú veist, á haustinu ég fyrir, skilur. Já. Og núna var Bensi að koma frá Köpen og hann var bara, það var skítaköldi og ég veit hvað tala um því þegar ég fór, þegar ég var jólaþorp og eitthvað, þá var ég að deyja. Já, ok. Að deyja kulda. Þannig að maður verður alltaf að vera núna, það skiptir máli að vera heitt á löppunum. Þannig að vera í hlýjum skóm og með húu og svo góð eitthvað. Hvað hlýju skó allir taka með þér? Bara öx, held ég. Já, þau eru hlýjir. Já, make sense. Öxararnir, en svo þú veist líka bara ef maður verður ykkur boots eða eitthvað að vera bara í þykkum sokkum undir. Já. Svona þægilegum. Kósi. Já, líka sko, því að það er alltaf svo ógeðslega kalt einhvern veginn í París þegar ég fer, svo því við förum með ylda veturnar. Þá á ég svona París að sokka sem eru svona inniskó sokkar. Þú veist, þetta er svona, þú eru örugglega séð mig í þessum heima. Örugglega, já. Þeir eru svona gráir, svona uppháir loðnir þykir. Ég lánaði þér rauðu mína daginn. Já, það? Mér? Já, ég held að þú tókst með þessu heim. Nei, það var ekki ég. Jú, varst þú. Já, ég sagði, er það ekki kalt, viltu ekki sokka? Og ég leiti hafa, þeir eru svona rauðir svona jóla. Ég man ekki eftir. Þetta var kringum læsjóra langt síðan, sko. Vá. Þá var ég í mínu svona, mínu eru svona uppháir, geðið þykir og ég er alltaf í þessu heima með mér, sko. Þetta er miklu þægilega en inniskór, af því að þú veist, þú ert ekki eitthvað detta úr því eitthvað óþægild, þú ert í þykkum sokkum. En ég tek þá alltaf með mig líka til París, það er alveg kalt og íbúðunar í París er einhvern veginn kaldari fyrst mér. Já, það er ekki jafn, það er náttúrulega, þú veist, það er enginn sem er með jafn heit hús einhvern veginn og þú veist, við byggjum fyrir, þú veist, við Íslendingar byggjum fyrir kuldan, skilur, en þau fá kulda svo, þú veist, miklu minni tíma heldur en við fáum kulda bara allan fokkin ársins hring. Jú, einmitt, og svo líka þú veist, við erum alltaf Airbnb skilur í París. Það er ekki eins og í hótelunum, það er alltaf gett heitt á hótelunum, við stjórnaði ekki vel. Já. En þegar við fórum hana 2003, þá var skítkalt í húsinu. Já. Þannig ég lifði í þessum sokkum þá. Núna tek ég alltaf með mér. Já, sniðt. Just in case. Að ég er alveg kuldaskræfa. Mjög sniðt. Já, þú ert alveg kuldaskræfa. Ég er mikil kuldaskræfa, sko. En það, hvernig líður í dag? Bara vel? Kuldalega segja.
Já, það er ekkert bara það kalt núna. Nei, ekki, þú veist, það var alveg, hvað síðustu viku var bara fáránlega kallt. Og svo bara helgina var bara svona ágætt, bara svona fínt. Ég fór alveg út, ég er búin að fara út bara í gymmið á mótnana á bara svona í flíspeysu, skilur við. Já. En ég var bara á tímabil að fara í úlpunni minni. Já. Og moonboots og svo skipta, skilur við. En núna er ég bara í peysu og bara sneakers, þannig að ég er einmitt búin að vera, já, ég er búin að vera að pæla í þessu að því að, þú veist, bara það góða við að vera í góðlegu. Þú veist að þegar það er storm coming. Það er þetta rétt, það er svo fárlega góð punktur. Ég er bara oft bara eitthvað, ég pæla aldrei í veðrinu á Íslandi, skilur. Allt í henni mamma mín bara voru að senda mér það er gulviðurinn á morgun, skilur. Og ég bara, já, ég veit að ég fekk e-mail frá góðlegu, bara severe weather warning. Ég er eitthvað, pítu. Af því ég les ekki fréttirnar eitthvað daglega eða fer inn á veður.is eða eitthvað þannig. En góðlega, þau láta okkur alltaf vita. Já, þau láta, það sem er ógeðslega pæli, geð góð þjónusta því og líka bara geð snið til þeim og þau eru náttúrulega bara að passa upp á bílana sína. Já, og bara, þú veist, fólki sem eru út á landi. Já, þetta er ógeðslega sniðugt, sko. Þetta er gott fyrir okkur svona sem pælir ekki í veðrinu, sko. Já, þetta er bara, ég labba alltaf bara út og svo er þetta bara, já, ég glemdi að pæla í veðrinu. Svo mikið þannig. Já, mér bregður alltaf geð mikið. Já. Bara að ég fer út með hundana. Alltaf ég komin út í bara, hvað er að gerast hérna? Já, svo kalt, svo heitt. Akkur er svona ógeðslega kalt allt í henni. En já, þetta er Ísland, gamla góða. Þetta er það. Það mæli með að fara í gólegu til að vita viðspána. Já, ákveðins. Bara að þið vil lita hvernig veðrið er, það bara verið í gólegu. Það er lags. Rétt, sko. Já, það, ég var heima á meðan að passa upp á klagan. Passa upp á tebóði. Já, passa upp á tebóði. Það sitja hérna allan tíma, nei, að vera næs bara. Já. Ég ætla til dæmis að fara í Hagkaup. Já. Á meðan þú ert úti. Heyrðu þið. Já. Það eru tax-free. Það er nefnilega að koma tax-free á morgun. 20. nóvember. Sko bara, við erum alveg að kvísla hverja. Þetta er semst tax-free af leikföngum. En býðu bara að þér kannski eitthvað, það á ekki við mig. En líka jólagjafir. Já, jólagjafir fyrir öll börnin, sko, leikföng, they're not joking hvað þau kosta, sko. Nei, ángríns. They are expensive. Ég kefti mjög góð, ammæliskjörundur daginn. Já. Það hefði alveg verið til í tax-free á leikföngum. En ég kefti svona, eða þið eru með eitthvað einsás í kringum ykkur, kefti svona baðdót. Já, sniðugt. Baðbók og baðdót, svona, hvað heitir hann, Bluey sem syndir. Já, ok. Kefti það í Hagkaup. Sniðugt. Vá, mér vantar baðdót. Þannig að þetta var mjög sniðugt. Fyrir þig, eða? Já, svo ég nenni að vera í baði. Nei, fyrir eitthvað 2 litlar hana. Nei, en það er satt tax-free af leikföngum og spil falla undir leikföng. Já, það er nefnilega. Það er svo sniðugt, en líka Build-A-Bear. Það verður með núna tax-free sem sko hefur ekki verið held í áður. Ertu búin að fara með Emblu og gera svo Build-A-Bear? Ég er að fara núna. Oh my god. Já, ég er að fara í dag. Oh my god. Já. Yay. Þannig að ég er mjög spennt. Hún á sko eitt frá Build-A-Bear sem hún fekk í afmælisgjöf. Já, hún gerði hann ekki sjálf þá? Jú, hún fór. Ok. Já, þú veist, það var mjög krútlegt þá gaf frendinar og frænka bara svona kottu með okkur Build-A-Bear og það var afmælisgjöfin. Já, mjög sniðugt. Þannig hún fekk svona bæði ykkur upplifun og það í gjöf. Þannig ég veit ekki sko, ætlum að fara eftir þá hún er búin að lesa og ég veit ekki hvort að hún ætla að taka bánsennar heitir Erika. Alveg rétt, ég veit alveg Eriku. Já, en ég veit ekki hvort hún ætla að taka Eriku eða hvort hún ætla að búa sér til einhverja vinkonu fyrir Eriku. Ok, cute. En hann ætla að fylgja, sko Build-A-Bear þú veist, þú getur búið til þinn eigin bánsa, færð svona birth certificate, bara allt þetta og svo getur líka keypt bara föt og alls konar fylgihluti. Þannig að ég hef mjög spennt að sjá hvort þessi komi kannski eitthvað jólaföt á bánsana eða eitthvað. Það er ekkert eðlilega kjút. Það er nefnilega ekkert eðlilega kjút því Embla er búin að vera eitthvað svona, mér langar í jólabánsa, það er vel sniðugt að geta keypt bara jólaföt á bánsa. Já. Af því að, þú veist, já. Það er mjög sniðugt. Já, þá þarftu ekki að kaupa nýjan bánsa því að þessi börn eiga alltaf endalast bánsum. Gerð það nefnilega, þannig að ef þú veist barn sem á bara Build-A-Bear bánsa, geðveik gjöf bara föt og fylgihlutir á bánsan. Án gríns. Geggjað, sko. En já, þannig að þú veist, það er mjög gott að nýta sér tax-free af leikföngum. Það er það, sko. Nei, alvörinni. Það spara manni helling. Já, allavega eins og við hefum fullt af börnum í kringum okkur, sko. Þú veist alltaf eiginlega fara með bara smá lista frá mér og græja þetta fyrir mig á meðan ég er úti. Það er minnsta mál heima því það er líka af spilum og spil er náttúrulega gjöf fyrir alla, sko. Ég elska góð spil, sko. Þannig að þú veist, ef þið ætla að gefa ykkur spil eða kaupa þið fyrir möndlugjöfuna einmitt, græja strax líka. Alltaf þegar ég er að fara að kaupa fyrir möndlugjöfuna að því ég er náttúrulega eins og þið vitið bara alltaf sein í öllu svona þá eru alltaf uppselt spil sem ég langar að kaupa. Já. Þannig að nýtið þetta, þetta er geðvikt. Og líka bara sko, þegar ég veit ekkert hvað ég gefa ykkur og gefa þeim eitthvað gott spil. Já. Að þú veist, það slæðir alltaf í gegn. Já, það slæðir alltaf í gegn. Maður er einhvern veginn ekki líka bara kaupa sér spil út af, þú veist, bara svona okkur mennilegum þriðdegi. Maður gerir það mjög lítið, sko. En það er alltaf gaman og svona, ég ætla að pröfa þetta. Já.
Líka maður spila bara svo mikið í desember. Já. Það bara svona spila mánuðurinn. Satt. Það verður nóg að spilum, sko. Ángríns. En ég einmitt kíkti í Haukabáðan, sko. Og var bara eitthvað, ég var að skoða, þú veist, jólagjafapappirinn og svona þannig, að ég hef alltaf verið svona, ok, ég ætla að spara það pakkin, mér finnst það svo gaman, mér finnst það svo næs, ég ætla að spara það, svo ég alltaf bara 2 dögum fyrir jól, bara fuck, ég ætla pakkin 1700 pökkum. Já, maður þarf bara að pakka þeim og merkja það líka strax, það er svo oft sem ég hef bara pakkað þetta inn og ég bara, já, ég man alveg að þetta sé þessi. Það? Já. Ok, það þetta galið. Já, það crazy. Þannig ég óttast að opna pakkin og pakka þeim aftur inn. Já. Þannig að merkið það strax og líka svona að kaupa svona stóra gjafapoka. Já, það er rosa sniðugt. Og flokka eftir heimilum. Já, það er rosalega sniðugt. Þess að þáttur átt að geta vera eitthvað svona. Nei, en ég meina þetta er bara what's going on, sko. Ég held að þú veist, mér finnst við vera bara svona með þeim síðustu. Ég er að keyra bara fram hjá hverfun okkar og horfinu glugga. Ég er gluggagægir. Herðu. Little perv. Nei, veist hvað mörg jólatré komur upp? Nei, sko, ég alveg, sko, álfurinn, sko. Já. Jólasveinin. Já. Ég er eina bara í blokkinu minni sem ekki búin að setja seríuna upp og utan. Já, einmitt. Ert þú búin að setja þína? Nei, reyndar ekki. Nei, það er allir byrjaðir og búnir hjá mér, sko. Same, sko. Bara allt hverfið er orðið gett jólalegt og ég reynda að náði hana í gær niður í geymslu. Já, ég er búin að náði mína líka. Já, ég hef bara býðið eftir að Bensi kæmi heim, þannig að hann á að gera það. Já, sko, úti. Já, úti. Já, sammála því. Hann er bara með króka sem hann á að sitja á sama stað. Já. Og það er eitthvað fjöldtengi sem er eitthvað risastórt fyrir okkur, fyrir pallin, skilur. Ég veit ekki hvað það er. Nei. En endur eru gláðið að ég ger það sjálf, sko, að hann er ekkert stressaður yfir þessu. Já, einmitt. Tengi ekki vera svona, bara svona þú byggðið makaðin eitthvað og hann gera ekki strax, bara, do myself. Já. Do my fucking self. Gunni ríposta eitthvað hræðilegt hvað Gunni ríposta. Ó, ég var að skoða það. Nei, hann lætur mig stundum lítið út eins og ég sé versta manneskja í öllum fucking heiminum og hann svona, hann bara fearlessly rípostar. Ég ætla að spila eitt sem hann rípostaði fyrir ykkur, bara til að segja. Er ég að followa Gunna því ég aldrei tekið eftir þessu? Ég ætla bara að segja hvað er júsunum hans? Ég er ekki svona hræðilega, nei, við skulum ekki fara að gefa honum eitthvað meira athygli, sko. Veitu, hann rípostaði þessu. Can you take out the trash? Yes, just give me 2 minutes. Fine, I'll just do it myself, you fucking lazy piece of fucking shit! You fucking pussy-ass bitch! Get off your fucking ass, loser! Hann þarf eiginlega að fá að búa þetta til. Þetta er svo satt, ég er búin að sjá þetta trend, þetta er svo satt. Bara can you take out the trash? Yeah, I'll do it in 2. En þetta er alveg, ég er bara með svona, ég veit að þú er tengi líka, við erum með svona strax veiki. Já. Ef gerist ekki fucking strax. Þá trillist ég. Jú. En þá bara ger ég þetta sjálf. Ég gera það svona mjög hátt. Já, það er alltaf jók. Tekur rusli. Nennar frótum rusli. Já, gera eftir. Þá er ég bara byrjuð að gera það, skilur. Bara þú átt að gera það á mínútunni sem ég segi þetta. Já, því annars ger ég það bara, skilur. Já. Ég er að spyrja þig núna, þetta er að bugga mig núna. Já. Þetta er að bugga mig right now. Right now. Sérstaklega rusl, bara eða komið vondlíkt eða það er fullt. Já. Þú vilt ekki taka hann upp og setja hann á gólfið, þá lekur hann, skilur. Nei. Bara svona, nennur að þú veist ná þetta. Já. Maður gæti gera það núna. Þannig já, hann oft sko repostar svona hlutum eins og bara, já. Þannig ég með pottið vel líka bara hann er að setja út. Sko hann tók ekki, ég sver, það er svona. Já, það er ekki hægt að setja bara út hjá mér. Nei, þú veist það þarf að festa það sko, hjá okkur. Þú veist það þarf að vera með svona, hvað heita gaurarnir svona? Já, þannig pókin. Er það alveg pókan? Nei, nú er ég að tala um jólasýruna. Ég fann aftur það. Já, ég ætla að tala um að henda ruslin út. Já, nei, það er ekki hægt heldur. Það er alveg hægt, en það maður ágækjara. En já, ég er að tala um svona þess að festa, þú veist, ég minn potið verið að setja út, já, og svo minn það ekki gera strax, þannig ég minn vera út í kuldanum að reyna. Já, þú sem bara með eina svalir. Já, ég er bara með eina svalir. Er þið ekki bara með svona tilbúið? Ég var að tala um hérna svona sem er notað svona kriminal dæmi. Hvað heitir þetta þér? Það heitir eitthvað SIP. Já, þetta heitir eitthvað SIP. Nú er allar brjála sem að hlusta. Bíddu. Þið veit hvað ég tala um þetta svona og það er ekki hægt að leysa þetta nefnum bara, þú veist, með skærum. SIP, eitthvað. Vá, þetta er tryggjara mig. En það þarf, þú veist, það þarf eiginlega svona einhvern veginn að krækja þannig hjá okkur, þú veist. Já, og kannski 2 saman og eitthvað, en líka. Já. Það er líka okkur á selunum okkar, óslapjörandi. Það er það sem ég kann ekki heldur, því það þarf að kaupa það líka. Já, einmitt. Hvað heitir þetta aftur? Við hefum alveg vita hvað það heitir. Já, það heitir eitthvað SIP. Þú fyrst alveg með það, sko. Ok, ég spyrir chat. Hvernig getið útskýrt fyrir chat? Hvað? Er þetta ekki eitthvað svona iðnað, dót? Jú, SIP, plastik,
that you use to mér langar bara að segja bara svo glæpamennin og það to fasten something on a pole til dæmis. Já, til dæmis. Zip tie. Það geta alveg verið. Zip tie. Zip tie? Já, zip tie. Já, zip tie, flott. Veit ég hvað það hittar í Íslandi, en já, með eitthvað annað orðið í hausnum samt, en zip tie. Zip tie, já. Megasens að það er svo tegja. Já. Já, zip tie. Það er erfitt að vita hvar það er á heimilinu. Já, grís. Nei, þannig ég var bara, já, fyrst, þetta mun pota enda þannig að ég mun ekki að gera það. Hann segi, já, smá, svo gera það ekki. Og ég sver, hann var að taka okkar niður fyrir svona mánuði síðan. Nei, síðan síðustu jól. Akkur sleftaði ég bara ekki? Já, hann hefði ekki. Þú getur bara slögt á þeim bara. Já, það var slögt á þeim, sko, en við hefum bara getað sleftið að taka þau niður, sko. Já. Þú veist, það er ennþá jólaskrautið, hérna, svona lítil jólatré, svona á pallinum. Nei, á sögulanum. Já. Þau verður bara svona greinitrið, eða ekki? Nei, þetta er svona, þú veist, seríu jólatrið. Það eru ónýtt. Já, örugglega eftir allt veðrið. Já, þau eru 100% ónýtt. Veitu komað um innstungu eða? Já. Eru þau í bara gangi eða? Nei, það hætti bara ekkert að virka á. Jæja. Ég man, hann var svo stoltur þegar hann keypti þau. Já, þú manst eftir þeim. Ég man eftir þeim, sko. Nákvæmlega. Það var svo ánægð með sig. Já. Og við vorum bara, var hann að kaupa jólaskraut? Einmitt. En hérna, já, þannig að ég ætla að reyna að jólaskreita núna svona aðeins meira og meira á næstu dögum. Ég er alltaf búin að setja upp 1 jólatré. Já, inn í Emblu. Já, cute. Mjög næs að vera að koma með. En að því hún gefur mér engan frest þess að... Nei, bara núna. Hún er bara að strax veikina líka. Og ég er bara að shit, ok. En þú veist, þá líka segir ég bara, já, og vilt fá jólatré. Þetta er bara ákveðið að fresta því eitthvað. Já, og þeim verðist oft svona foreldrar ekki gera það strax þá verður bara börnin trýti lóð. Já, að þessi komið og nálægt í. Já. Er það ekki þannig með Emblu? Hún skilur alveg að desember sé ekki komin, sko. Ok, það er gott. En hún býður mjög hún er alveg búin að spyrja hvað er langt til að kemur desember. Já. Það er mjög stutt. Það er mjög stutt og ég er svona, þú veist, það er ekkert endilega komin jól þó þessi komin desember. Þú veist, en ég er að reyna að útskýra fyrir að jól sé ekki bara 1 dagur. Þú veist, þetta er hátíð. Já, allt þetta tímabil. A holiday, en hérna Stína álfurinn kemur 1. desember. Alveg rétt. Þá byrjar það. Það verður skemmtilegt. Rómeó var með eitt þannig upp í sér daginn. Já, hvar fann hann? Heima pappa. Já, einmitt. Ég var bara, já, það má ekki snart það, Rómi, og var ekki búin að kenna það. Hann hefur ekki hlustað. Nei, hann hlustað ekki. Já, bara, what? Ok. Nei, en hérna, já, hann hefur það verið svona, ég er að detti í gírinn. Detti í gírinn og var að myndi í Hagkaup á hann, sko, svona gjafapapír og eitthvað, því að ég reyna að eiga ekki of mikið eftir. Og þegar ég var í Hagkaup, þá sá ég. Niks. Já. Ég sá þetta líka á það. Er það? Já, ég fór að myndi í Hagkaup líka. Já. Hérna, ég var að leta mér að sokkabuxum. Já. Og ég sá þetta. Ég var bara, wow, þetta er svo fallegt. Þetta er svo cute. Við erum að tala um Nix jólapakkana. Já, það heitir eitthvað svona Gingerbread Land, eitthvað. Já, og þetta er svo fallegt, þetta er svo cute. Þetta er svo sæt. Þetta er bara eins og svona piparkökuhús. Já. Og við erum með blush palettur, 2, og svo erum við með Fat Oil Gingerbread House Kit og þetta er svo margir glossar saman. Já, þetta er fullkomið, sko. Flott, en líka til með bara 3, svona mini house. Já, og það var ógeðslega sætt. Já, ég myndi að þetta skilur, þú veist, Svingi kemur 2004 og hann kemur til fullorðs fólks. Það var alveg gaman að fá eitthvað svona. Það var mjög skemmtilegt. Nei, alveg, það var mjög Ég er alveg að tengja það ógeðslega mikið. Þegar ég var lítil þá fekk ég alltaf Nix á 2004 í skóin. Það er svo magna. You and Nix go way back. We go way back. Manstu hvað þú varst að fá? Ég vil svona pallettir, bara svona stórar, já, þá. Það var, því stjúpmamma mín átti Nix í gamla dag. Þá gaf hann okkur, jólasveinin gaf okkur bara stórar pallettur. Það var til svo ógeðslega mikið þá líka. Þú veist, þetta var svona svo mikið fyrir bara artista, skilur, sem hún pantaði inn. Já. Þannig að það voru svona stóra pallettur sem voru svona, opnaði hann hér, það var bara ángrið svona 50 augskugar. Wow. Svo dróstu undir, það var meira. Það var bara, it was heaven for me. Oh my god. Það var svo oft eitthvað svona. Það var svo gaman. En hvað varstu þá gömul þú byrjar að fá svona? Svona 7-8 ára. Já, þú varst svona lítill, já. En þú veist,
varstu síðan, að því að ég tengi svo mikið að fá jólasveininga mér alltaf 24. eitthvað sem ég gæti gert yfir daginn. Veitum við rættið það? Ég var ekki þannig, sko. Ég var bara að hjálpa með jólamatinn og eitthvað. Ég þurfti ekki verkefni. Nei, ok, já. Til þess að halda mig. Ég held kannski að þú væri þá leikar dundar að mála þig með þessari pallettu þann dag. Já, ég gerði það, þú veist, kvöldið. Já, ekki daginn, bara rétt fyrir aðfangandag, skilur þá mála. Þá notaði ég það sem make-up, ég málaði mig alveg. Já. Skilur, þess bara þegar ég mátti á svona gaman. Því að systir mín er náttúrulega 4 árum eldri en ég og hún, þú veist, ég gæti ekki fengið ekki það sama, skilur. Nei, alveg, það er hún mátti alveg byrja að mála sig á þessu tíma, en ég var bara, Þetta er eins og bara, Elisabeth mun líka að fá í skóinn, þú veist, jólasveinninn kemur á heimilið, þú veist, það er ekki hægt að skilja út undan. Nei, það er banna. Hvað er sætt svo? Það var líka alltaf jumbo-lænirannir. Já. Þeir voru mjög sterkir á þeim tíma, sko. Ég elskar svona litum, Já, svona glimmerlitum og eitthvað svona. Svo mikið vintage sniggstæmi sem ég elskar. Já, ennþá alveg bara risa svona make-up tösku niður í geymslu sem er bara stútfullur eitthvað nyggstóti sem ég tíma ekki henda. Já, ég trúi. Vintage. Þetta er samt alveg vintage, sko. Já. Maður þarf alveg að geyma þetta. Já. Svo gaman. Líka með svona alls konar bara annað make-up að núna í svona sem, þú veist, á þessum tímabilum skilju, sitt alltaf svona memory make-up mitt. Já. Það er svo gaman. Það er svo skilist eins og, þú veist, fyllt eitthvað frá KKW Beauty sem ekki lengur til. Ég get aldrei hendi þessu. Nei. Þú veist, þetta er bara vintage things. Safngripur. Þetta er safngripur, þetta er það, sko. Það er alveg rétt. Já, líka fyllt eitthvað svona, bara OG, Kylie, þú veist, lip-kittunum og eitthvað þannig. Já. Maður tímur aldrei að hendi þessu. Nei. Þú veist, þetta sé eitthvað svo litir eða formúlar svo miklu betri í dag. Miklu betri, en ég myndi aldrei notið þetta, skilja. Það er bara gaman að eiga þetta. Við erum alveg báðar frekar miklu hoarders, sko. Já, við gætum alveg verið verri. Já, við gætum verið verri. Já. En ég er samt, það er alveg sem hluti sem ég er svona, why am I keeping this? Sammála. En ég bara get ekki hendi. Nei. Get það ekki. Eins og bæklingar. Veistu, bæklingar? Já, alveg bæklingar af, þú veist, bara eitthvað þegar ég myndi kaupa mér eitthvað svona eitthvað eldur, brauðrist eða eitthvað svona þá á ég bæklingin gett lengi þá getur Gunni bara eitthvað ertu að fara að fletta upp hvernig og kveikja á ristöðalni Já, nei Ég var mjög slæm með þetta sko líka allir kassar utan um allt skilur bara kaffivélina Ég reyndar á ennþá kaffivélina kassa minn og ég held ég að hend mínum Ég setti gömlu vélina mín onni Það er rosalega sniðugt Já, en svo þú veist ef ég þarf að flytja þá á ég kassan en þú veist, af hverju, sniðugt, samt ekki Nei, ég get alveg bara sett hann í sætið mitt skilur Já, kyrst yfir, já Það er bara tróðið núna í einhvern annan kassa True Það er svo fyndið Ég líka á svo margar ógeðslegar ferðatöskur bara síðan ég bara way back Já og bensi alltaf bara mjög ekki bara hendi þessu ferðatöskum bara, þú átt nýjar og flottar sem eru ekki að dett sundur ég bara, en hvað við flytjum? Já, þá ekki að þægilegt að setja fötin núna í ferðatöskur Já, það er alveg þægilegt Ég var að farga einni bara daginn Já, vel gert. Það er svo dotna af. Já, þú veist, þá þjónar hann ekki miklum tilgangi. Nei. Ef að renniljósinni dotna af. Þú veist, bara gæinn, skilur alveg hægt að nota hana. Já, ok. En ég var bara, ég þarf ekki þess að auka ferðatösku. Nei. Skilur Nei. Það er bara góð hörðin. Þú veist, hún virkar. Já. En Mér finnst flesti, sko, ég veit ekki okkur að tala um það. En þú veist, þegar að flytja verður bara svona, þú veist, allan að það sem hangir þá bara setur ég búin að sjá ekki eftir mikið af þessu, þú veist, þá setur bara svona ruslapoka yfir og þú veist, gerir gat efst og gerir bara fyrir herratri, krókin og svo bara flytur það þannig. Það er rúslega snið, það verður að taka alltaf af herratránum. Mjög sniðut. Clever. Já. En þetta er alls konar í þessu. Já, við erum ekkert eitthvað að fara að flytja, ég veit ekki alveg okkur að pæla í þessu, en ég er alltaf bara svona hvað ef? Já. Hvað ef við erum að flytja, hvað ef við vantar einhvern Halloween-búning? En Já, maður geymir mjög mikið fyrir búninga þetta geti eitthvað sem að vera búningur hvernig væri ferðataska það getur þetta góð búningur Flugfreyja? Já Þetta var flugfreyja taska mín sem ég var að henda sko síðan ég var í flugfunni Nei, alveg nei En já Ertu búin að sjá þetta drama á TikTok? Herðu, Hárdramað Þú sendir mér þetta, sko, ég var ekki að sjá það. Ég fæ alltaf svona random drama sem er ekki svona, sem er bara svona innan TikTok, veistu hvað ég meina? Þú er svona kannski fær meira Kardashian dramað. Ég fæ þetta alltaf og ég sekk bara alltaf í þetta. Já, þú dettur í þessa kanninhólu, sko. Ég elska það, sant? Ég elska það. Gott að vita hvað er í gangi. Einmitt. En þetta var alveg stærra en ég átti von á, sko. Já. En við erum að tala um Hair by Chrissy dramað. Ég veit ekki hvort þið er búin að sjá þetta, en þið getið leitað þessu upp á TikTokinu. En þetta er sérst bara eitthvað frægasta
svona hárgreiðslustofa bara, ég veit ekki hvar í Bandaríkjunum þetta Nei, ég veit ekki heldur hvar þetta á að vera. Location, maður sjá. Þetta sem sagt stofa sem heitir Heitir stofan Hair by Chrissy? Nei. Gellan heitir það sem á þetta. Já. Maður sjá. Hún heitir Habit Salon. Ok. Hvar hún staðsett? Það er ég sé sko, þú veist, ég var ekki að fletta þessu upp og þá þegar maður líka searchar og fær maður svona gömul myndbönd þannig ég sá, þú veist, eins og að þær þetta var ekki þar hvaða state Enseta þetta er svona veit ekki allan að ég sá að þær úr Montauk ekkert fyrir 3 árum flugu bara eitthvað sérstaklega til hennar fóru þær til hennar þar smá shade á Jessie var það hún? Já, ég man eftir að fóru einhvern tímann eitthvað já en þú veist, hefur ekki séð líka mæðgurnar rauðhærðu mæðgurnar sem eru geðveikt líkar ógeðslega fallegar og mér rámar eitthvað í þetta alltaf að gera eitthvað svona það alltaf í litun og þú veist, verður bara geða fallega rauðhærðar skilur, það svona blond in real life bara geðið fallegt hár ég skal sína það, þú veist alveg pocket hverju það og það bara svona basically svona smá andlit Hair by Chrissy, það svona vinsalasta kunan já, það alltaf svona viral ég skil það svona alltaf pinnaðar og eitthvað þannig já, þú pottet séð það alveg 100% en já, ætli það sé ekki hvað ætli það sé? Þessar einhvernir já, einmitt jú hefur ekki séð þetta? Já. Það bara alltaf náttúrulega algjör ekki alveg já, en svo dramað dramað þannig að það var bara gæla sem ekki influencer sem fer á salonið og bara með eitthvað inspo-pick og bara búast við að hún fái bara treatment frá þessari Chrissy sem bara geðið fræk og bara geðið bara svona virtur í þessum hárbransa eða virt. Já, hún sérst bókaði tíma bara hjá henni. Já, þú bókar alltaf tíma hjá henni og ferð hana og það alveg eitthvað svona disclaimer bara your hair is done by Chrissy, skilur Já, og hún fyrir með eitthvað inspo-pick og þarna ekki langa tíma og fyrir svo TikTok og segir bara hún ekki nógu ánægð með útkomuna, bara með við það hún sé að borga $4,000 Já, ég með kvittununa hérna hún borgaði þess að sko já, í heildina $4,216 það er með tax og tipp og eitthvað svona 534.665 krónur þetta er 500.000 hver á pening í það fyrir hárið? Sko, hún alltaf var að fá lengingar, right? Jú, þetta er með lengingum, sko. Hún sagði eitthvað að hún vildi koma með sína eigin sem var með í sér bara að færa þar upp. En það var greinilega ekki gert. Já, ekki nógu gott eitthvað, hún sagði no not this. Já, bara og þú veist, þurfti að kaupa nýjar sem er oftast bara sérstaklega svona langar sem hún er með og svona mikið. Þetta er alveg 100-200 skall bara lengingarnar. Sko, stendur að þú veist, hún fekk sér satt 5 stykki af litnum coconut cream 22 inches, það var samtals 72.000 íslenska króna og svo whipped cream 57.000, en ég hef sjálf verið með lengingar hún fekk 4 stykki af þessu whipped cream, þetta er svo blanda saman litum greinlega sem líka 22 inches og það var 57, þannig 72 plus 57 ég sjálf verið með lengingar, þær kosta fokki mikið. Það kostar fokki mikið en ekki svona mikið. Ekki heildina 500.000, nei. En þú veist, mér finnst make a sense verðið á lengingunum. Samt alveg 140.000. Mér finnst það make a sense. Já, ég held ég að borga, þú veist að því að þú borgar það einu sinni, svo ertu búin að laga það, skilur. Þannig að já, það er kannski það svona maxið fyrst mér 120, 150, já, fyrir eftir hvað að fara mikið sko, og hversu langt og svona já, klálega, en þú veist 22 inches fyrir svona almennt, já, en samt þú færði alltaf það í inches yfirleitt já, svo klippaði til, já en þú veist, allavega lengingar alltaf dýrar, skilur en restin já, svo er hún, hvað er restin? Það sem er restin á þessari kvittun er að hún er með þú veist að því hún postaði bara kvittuninni þannig að þú sér bara niður njörfa hún er bara með þú veist breakdown af verðinu þannig að það var ekki bara slumpað í eitthvað það hljómar þannig bara 4K, þú veist $4,000 en hún er sérst það kostaði hana $2,974 wow, fyrir Chrissy Service sem er 376.100
Pældu í því? Já, fyrir Chrissy's Service. Sem þessi Chrissy? Já, kom inn á það eftir smá. Svo erum við 7 Seconds Detangler. Ég veit ekki hvað það á að vera. Það, þú veist. Bara var hún með flóki hár þegar hún mætti? Í 7 sekundur. Hæ? Já, ég veit ekki, eitthvað efni eða eitthvað, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað, þú veist. Hvað kostaði það? Það er 5 skall, íslenskar. Svo erum við Repair Restore við shampoo. Örugglega hún hefur búið keypt það. Það kostar. Nei, það er örugglega bara varan sem er notuð í hana. Já, 4 skall. Alveg mikið, sko. Vá, fyrir eitt skipti. Já, þess að ég held að það væri brúsin. Já, en ég held ekki, hún talaði allavega ekki það í vídeóinu sínu. Svo er það þú veist, með shampoo og svo næringu. Og svo erum við Ami Amo Repair Serum sem á, þú veist, 4 skall líka. Þannig að, þú veist, þetta er ekki dýrt. Þetta er 7 Seconds Detangler, shampoo, treatmentið og serumið. Já, það er Chrissy serumið og Chrissy service og lengingarna sem náttúrulega bara, þú veist, en ég segi, mér fer, ég man ekki hvað ég borga fyrir mín lengingar því ég fór ekkert þú veist, hvort ég borga eitthvað 100 skall, en það með öllu, sko. Það er lengingar, já, þú veist, það var 150 eitthvað, mann það ekki alveg, en það sem ég fer, þú veist, þá er það service að setja þetta í mann, kaupa lengingarna, svo gæti ég bara verið með þær og látið laga okkur þannig já, þetta var 534.665 samtals. Það er peningur, en já, það er sem að hún var ekki pirruð mest á peningnum, hún var meira pirruð bara að þetta var ekki, þú veist, útkoman var ekki forgiving 4K, þetta var ekki nákvæmlega það sem henni langaði í og hún var illa klift layers sem hún var með, var bara svona, það sást bara gett vel í lengingarnar og eitthvað þannig, það var ekki virði 4K, skilur henni var staðmest og svo var hún líka að tala bara, ég skil ekki að hverju ég borga svona mikið fyrir Chrissy Service þegar hún literally snerti hárum mitt í 60 sekundur. Já. Og það er það sem fólk er að hrauna smá yfir þess að Chrissy er að hún kemur bara þegar þú ert að taka upp, þá kemur hún inn í myndina og fer svo er hún bara með assistant sem gera allt annað. Já, þannig að hvar er hennar service fee? Einmitt. Þú veist, er það bara vitneskinn hennar að standa þarna og fá að vera í myndband? Þú veist, kosti það bara 300 skall? Já, hún var líka, þú veist, það var fullt af gælum sem bróðum sig líka með þetta. Það er bara að segja, þetta er bara svo lappinni á eitthvað svona influencer bar. Það er bara hringljós út allt, það eru phone svona cases á hverjum eins spegli, þannig að þessi gæla vill bara fá influencers. Wow. Þannig fær hún, skiluru, bara exposure. Þannig ef þessi gæla, hún heitir Not Famous á TikTok, ef einhver bara normal bara skvísa kemur inn þá fær hún ekki sama treatment, skilur við. Og það er að sem við vera að gaggrina. Influencer fái betri treatment. Það er, þú veist, það er verið að sinna þeim meira af því þær eru að taka upp þannig að þá er Chrissy að koma meira og gera eitthvað við hana, skilur við. En já, og svo, þú veist, það var líka verið að gaggrina, ég veit eitthvað það sé rétt, þessar stelpur sem er að gera hitt á meðan fyrir Chrissy, þær eru bara búin að vera í bransanum kannski 2 mánuði, skilur, þær eru ekki kannski lærðar. Nei, þær eru bara eitthvað, hennar litla minions eitthvað. Já, en það, þú veist, ég held að ég sá eitthvað staðar, ég veit eitthvað sem var rétt mál, að þú þurfir ekki eitthvað gráðu til þess að færa hárleggingar, en þú þarft það í lit, þú þarft það í, þú veist, allt hitt, skilur. Já, einmitt. Þannig að ég veit það ekki, en ég skil alveg þannig business að þú ert með eitthvað sem að bara, ég veit ekki, blanda litin fyrir þig eða eitthvað, ég veit ekki. Já, eða eitthvað, þú veist, oft er það þannig, þú veist, það er ákveðnir sem þú hári, ákveðnir sem blása, þú veist, það er alveg fair and square og það er alveg fair and square að hún sé bara orðin það, skilur, bara vinsæl og successful að hún sé meira bara með yfirhöndina. Mér finnst það alveg mikið sens. Já, bara kemur á ákveður litina og bara blöndina og blöndina. Svo veit hún bara að restin getur séð þú veist, þetta, skilur, ef hún er það flinki í þessu að hún bara, þú veist, er það góði að velja liti sem matsa, hún veit, þú veist, en þú veist, þá þyrfti líka magicin svolítið að vera því að þú þarfst að vera góður ráðleiki hinn hvað er eiga að gera, skilur, þá finnst mér að fer, en ekki fyrir 300 skall. Nei. Þú veist, mér finnst bara fer að, þú veist, að ég veit ekki. Og meikar ekki sens, nefnilega. Nei. En svo er það sem er mest náttúrulega aðal dæmið í þessu er að bara þegar þú ferð bara eitthvað svona gagnrýni sem fyrirtæki þá, þú veist, er alltaf svona customers, bara svona protection dæmi, þú átt alltaf að bara, hey, ok, ef ykkur, þú veist, það megi allir gera bad reviews. Algjörlega. Og hennar review var ekkert eitthvað þannig, það var bara svona meira, það var bara svona smá gagnrýni, skilur. Það var bara, vá, hvað ég borgaði fyrir mikið og fekk ekki þessum. Já, hún snerti mig, horfði bara í svona litin tíma, þú veist, ég horfði á þetta fyrst, ég var bara, hvað er þessi gæla að tala skilur, og var ekkert eitthvað pæla mikið, svo bara byrjaði að koma, þá byrjaði líka að koma póstar frá Chrissy, þar sem hún er að fucking bullja hana. Já. Hún er að bullja viðskiptavinin sinn. Það er fucking galið. Mesta rauða flaggið. Hún er byrjað að selja merch. Já.
sem bara my hair in 4K. Já. Hún bara bulli hana og hún búin að posta myndbendaranum fyrir og eftir sem hún leiði ekki. Þetta bara af stelpunni sjálfri. Já, af stelpunni sjálfri og hún búin að fá þess að rauðhærðu vinkonur til þess að gera það sama og þær eru búin að vera eitthvað this was definitely worth 4K. Já. Og það er bara allir að bulli þessa stelpu. Bara hvað meinar þið? Þessi gella er bara fullorðin kona, skilur. Bara hvernig hagar þið svona? Ég veit ekki. Crazy. Og svo var Tana, Cancel podcast, ég kom inn á þetta núna. Hvað var hún aftur að segja í vídeóinu sinu? Ég sendi það í gær. Jú, þú sendi mér það, ég man það ekki. Hún var á klóstinu að tala um það. Já. Hún setti eitthvað vídeó sem hún var á klósitum bara ég verða að tala um þetta. Og hún var bara að segja að þetta væri fárlegt að hún sé bara bulli hana, skilur þetta bara galið. Og hún var greinlega, jú, hún sagði you're just old enough to be your mom. Já. Og hún var smá svona gagnrýnd líka fyrir nokkrum árum af því að í COVID þá voru þau ekki að nota grímur og eitthvað þannig. Já. Og það voru ógeðslega margir sem að hún var bara að skemma hárið og gett mörgum og það var kallað Hair by Crispy. Já. Þannig að hún var bara, hvernig fórum við úr því að kalla hana Hair by Crispy yfir að hún sé að bulja bara börn, skilur. Einmitt. Þannig að það er allir einhvern veginn komin inn í þetta mál. Já. Þetta er orðið það stórt. Það er ennþá fólk að núti sem að trúir því að bara all publicity is good publicity. Það er ángrist fólk að núti sem er ángrist ennþá bara lives by that. Og maður bara, það er bara ekki rétt. Er bara enginn bara nærri henni og inn í fyrirtækinu sem var bara ekki posta þessu. Ég skil það ekki. Þú veist bara, í hvaða heimi, en ok, þú veist, jú, við erum visslega að tala um hana og við visslega vitum hver hún er. Já. En myndir þú fara á það? Aldrei. Nei. Þú veist, þannig að, þú veist, já, ég skil ekki alveg að play into it bara því að, þú veist, hún kemur across sem ekkert annað en bara ógeðslega fucking mean. Já. Og þetta er einmitt fullorðin kona. Einmitt. Þetta er galið. Þú veist, ok, þú veist, það er til svona ákveðin tækni, bara, hvernig þú bregst við bara ákveðinu PR. Ég myndi segja, ef ég var ráðlegja þessar mannesku, sem bara, ef ég var að sjá hennar PR, væri ekki segja orð. Nei, bara ekki segja. Ekki segja eitt orð. Eða segja bara, vá, bara ótrúlega leiðilegt að heyra það og sérst óanægð, ég væri til að bjóða þær að koma og við lögum þetta. Já, ef þú ert til í það, ef þú veist, ef henni finnst þetta bara svona geðið fair and square, eins og henni greinlega finnst, hún er ekkert að bjóða henni neitt, shut the fuck up then. Já. Skilur, ekki play into it. Einmitt. Að því að núna ertu bara, ok, hvað gerist núna? Nú skilur þau bara eftir sem bara, ok, þú veist bara ógeðslega mikið mean girl, fucking leiðileg. Ert ekki heldur professional, skilur kostar ógeðslega mikið og sinnir ekki viðskiptuninum í hvað heima á ég að fara til? Hvað nefndi ég sem var næsuði? Ekkert. En hefur bara sagt ekkert og bara ónýtt skilur. Já, bara ef þú vilt ekki beðast afsökunar og þú ert bara stendur fast á þínu og þú kostar bara 300 skall fyrir þína 60 sekundur, fine. Já, ángrist frekar, stand by that. Ég segi það bara... og segðu bara ekkert. Já. Verður bara, og þetta vídeo mun deyja. En núna við bara hvað það færi í Íslandi að tala um Hair by Crispy. Já, einhver harúsastofa í Arizona. Já, er þetta ekki Arizona? Já. Þú veist, einmitt, bara eitthvað, the fuck. Einmitt. Þú veist, þetta var bara, þetta er hræðilegt. Bara, ef þið kikið inn á TikTok-ina, þá er hún bara búlja að greiða stelpuna. Bara, þetta er ekki gott lúk. Þetta er hræðilegt. En já, þetta er alveg út allt, sko. Það er mjög margir að tala um þetta. Það er alveg crazy, sko. Já, þetta er það. Fældi í þessu. Ég skil ekki að láta svona. Mér fannst líka bara svo crazy hvað það kostaði. Ég var bara í sjokki. Já, 500.000. Rúmlega. Já. Hvernig hefur þessi unga stúlka eftir þessu? Það sem ég var að hugsa, bara, varst ekki bara, þú varst að borga bara. Þetta var bara árslaunum hans bara á þessum tíma, skilur við. Bara hvað meinar ég? Ok, hún hlýtur að vera með bara, that is money, sko, eða eitthvað, ég veit það ekki. Það er bara gaman að taka þetta raðgreiðslu. Raðgreiðslu, bara lán? Já, einmitt, já. Þetta er crazy. Bara fyrir mér er þetta crazy. En greinilega ekki að núti. Þeir greinilega leggja mikinn pening í hárið á sér. Já, það er ekkert minna. Nei, þú veist, af því að mann finnst alveg dýrst að fara í litunum, skilur. Það er mjög dýrst. Já, og það er ekki nálagt þessu. Nei. Ég er bara fucking 20 skall eða 30 skall. Já. Fuck. Ég man því ég borgaði einu svona 18 skall, ég var lítil, eða ég var svona 18 ára. Ég man bara, ég var í gjörsamlega áfalli. Að ég var með þess að lita mig bara svona brúntið á bara rótið minn. Og ég var bara, þetta er rán, skilur. Já. Það er bara eðlilegt verðsamt, skilur. Þegar maður var að fucking 18 ára. Já, algjörlega. Þetta er bara ógeðslega ung stelpa, þannig, já, hún er örugglega svona 18 ára eitthvað, sko. Já.
Þannig já, þetta var bara eitthvað sem við verðum að tala þetta er út allt, já. Allstaðar einhvern veginn. Líka bara, þú veist, hvað gerir maður þarna líka þegar maður bara, þú veist, ef maður á bara ekki efna á þessu, bara, Nei, en þú þarf sko að borga einhver 300 skall deposit á undan ára mætir. Já, til þess að halda tímanum. Já. Þannig að hún var búin að borga 300 á hann mætir, sko. Já, það er alveg rautt flagg, sko. Já. 300? Þú veist, ég veit ekki, þetta er kannski bara ekki okkar menning, skilur. Er einhverjum á Íslandi að borga svona mikið fyrir litin og hárið, eða ég veit það ekki. Þetta er náttúrulega ekki eðlileg, þú veist, tími að þetta er með lengingum, þannig ég skil alveg þessi dýrara. En þú veist, maður hefur alveg, það er ótrúlega langt síðan að fara á Íslandi í lengingar, skilur, maður álega vinkonar, við myndum alveg vita að þetta kosti 500 skall, sko. Já, við myndum vita það, þú veist, það er ekki fair, sko, þetta kosti 500 skall. Það er crazy. Já, en ég held að lengingar sé alltaf svona yfir 100. Já, en ekki meir en 200. Nei. Ekki að fyrir eftir hvert þú ferð, skilur, og hversu mikið, og hversu mikið, þú veist, litu vart að fá með því og eitthvað. Ég veit það ekki. En þú veist líka það hún var ekki ánægð með litin og hún var ennþá með bara rótina sína, skilur. Já. Þannig að... Og ekki heldur ánægð með layering, þú veist, þannig að það var svo margt í þessu. Já. Og líka bara okkur ég að borga 300 skall fyrir eitthvað service sem maður fekk valla. Bara 60 sekundur. Já, það er crazy. Já, þetta er ótrúlega áhugavert. Já, þetta er mjög áhugavert. Bara, eða mér eitthvað info þetta, þá bara láta okkur vita. Sko. Ég er bara svo forvitin, bara. Það er líka, alveg, fyrst, það er alveg ákveð sport að lesa kommentin, sko. Já. Það var eins sem sagði kommenta undir eitthvað myndband sem ég var að horfa á þetta. Eitthvað, ég var þá var hún blokku af þessari gellu, Hair by Chrissy, að því einu sinni kommenta hún undir eitthvað myndband Hair by Crispy. Hún var búin blokku í bara 3 ár. Því hún er alveg búin að reyna damage controla sig úr því. Shit, hún ætti að vita betur, sko. Já, gríns. En veistu hvað er líka mikið verið að tala um? Nei, hvað er tapasbarinn? Tapasbarinn, gamli góði. Já, gamli góði. 25 ára, sko. Hann er 25 ára. Já, hann er bara young, samt. Já, mjög ungur, sko. Nei, besti tapasun okkar. Já, þetta er, ég held að eiga ekki allir eitthvað svona minningu tapasbarinn. Allavega við. Já, allavega við. Við erum búin að fara hana sem við vorum bara litlar, skilju. Já. Alltaf elska tapasbarinn. Já. Eða líka, við veitum svo ógeðslega margar sem eru bara með hefð bara ammali tapasbarinn. Þú veist, þetta er svona... Mitt er date night með Bensa. Hann bara elskar, þú veist, ég elskar tapas en hann elskar tapas. Sérstaklega baska ost á kökuna, sko. Þú er alltaf búin að vera dugleg núna undanfæri að elda tapas réttina. Það er ekkert eðlilega gaman. Hún fer líka svo létt með það. Já, það er ógeðslega einfalt. Já. Það er bara mjög einfalt, það er enga hjálp eða neitt. Nei, en bara ef þið er ekkert að plana núna date night, girls night, bara whatever night. Tapas. Það er líka bara svo næst, þú veist, það er opið, bara eins og helgar, eldhús opið til miðnættis. Já. Það er svo geggjað. Það er geðvikt. Já, og líka á virkum er það til 11. Það er svo oft sem við erum ofta út að borða og það er bara eitthvað, eldhús er okkar 9, bara hvað meinar þið? Já, það er svo oft þannig og svo, þú veist, ef við erum til dæmis þau verið að taka upp svona seint og eitthvað þannig og svo erum bara svona, og ángur sem við klára bara 10, drepa svo hungri og langar ekki bara eitthvað... Langar eins og treat ourselves. Já, og bara eftir kannski eitthvað langa daga og eitthvað þannig að bara fara og tapasbarinn og fá bara góðan mat, góða drykki. Líka bara svona, þú veist, það er svo oft sem að maður bara eins og eftir ykkur tónleika, eftir ykkur sýningu, skilur, að geta farið og fengið sér bara svona 1 rétt og sangríu og þarf ekki að fá það bara heila máltíð, það er náttúrulega tapas því þið bara svona smáréttir, skilur. Og það er svo næs. Það er skemmtilega við þetta, að maður fær alls konar. Já, það er svo geggjað, þannig að 1 kokteil, 1 smáréttur, girl dinner. Ángríns, perfect girl dinner. Já, mælum með að kíkja á tapas. Yes. Við erum allavega búin að fara síðan bara í menntaskóla, þetta er alltaf upp á allstaðurinn okkar. Síðan úr MS, sko. Já. Það var svona fyrsti staður sem við fórum út að borða bara evers, bara sem vinkonur. Þannig að hann á góðan stað í okkar hjarta. Bara, hann á svo stóra stað, sko. Við og brauðkarfan, sko. Og panti aioli með brauðkarfanu. Aiolið með brauðinu. Þetta er eitt besta brauðið, sko. Þetta er 100. Það er svo mjúkt. 100%. Þetta er alveg... Nú er hann sveng. Já, ég líka. Við fyrir að tapasbráðum. Já. Þetta er mjög sniðut, sko. Að geta farið seint og kvöld, geta farið og splitta alls konar smáréttum. Já, ágrís, það er best. Bara pöntum okkur 3 saman yfir svona, ef maður er ekki það svangur, skilur. Já. Hvað er uppáhalds þínir samt, maður spyrja þér? Réttir. Svona go to réttin þínir. Sko, humarinn.
Hvítlistaðir humarharar. Ég gerði þetta heima með daginn á mig. Já, einmitt. Sko, það er svona eiginlega alltaf go to. Svo finnst mér alltaf kjúklingur góður. Strimlanir með garast og svona. Fuck, já. Every time. Það er mjög gott. Og svo eru þarna döðlu... Já, bacon döðlur og hörpuskel. Já. Það er svo gott. Ég held ég borðaði ekki hörpuskel. Ég borðaði ekki hörpuskel. Það er svo gott. Já, svo ég bara panta þetta, smaka þetta. Fuck, þetta gott. Þetta er svona með 3 go to. Já. Sem ég fæ mér alltaf, en ég er alltaf til að smakka og ég smakka alltaf, þú veist, alls konar. Það er nefnilega svo gaman að smakka. Ég smakka svo mikið bara nýtt, skilurðu, á staðnum. Ég fór líka með Birgit daginn og hún fær sér allt annað en ég. Það er svo gaman. Já, ég var bara, hvað er þú að panta þér? Já. Hún var, þetta er mitt góð, ég ekki, what? Hvað þitt? Mitt er, túnfiskurinn. Elska túnfiskinn. Og sko, fyrir eftir ég svona, sko, ég vel mér yfirlega 2 og Bensi, svo 3-4. Og svo deilum við, skilju, en minn er svona 2 go to er eitt sem heitir sveppir eitthvað, flúðasveppir eða eitthvað, alls konar sveppir, geitost yfir, það er svo gott. En svo humorinn er alltaf klassísk, ég geti bara svona 300 af þeim. Já. Ég svona svissa ógeðslega oft svona eftir einhverjum úti, en já, þetta er svona go to. Já, love it. Love it, við erum eitthvað að kíkja líka á jólaseðalina. Ég elska jólaseðala. Já, ég líka. Byrju við. Ég elska að tala jóla. En Birta, varst ekki með eitthvað spil fyrir fram með það? Herðu, jú. Ég er með Blæti. Blæti góða, sko. Þetta er vinur okkar, Gauti. MC Gauti. Hvort að við höfum spilað þetta við hann síðast? Við spilaðum þetta, ég man eftir. Þú manst eftir því, já. Þegar við vorum í búningunum? Já, einmitt. Með bróðinum? Ég með bróðum. Já, jú, fengið spilaðum þetta með hann. En sem sagt, ég ætla að opna þetta er alveg glænýtt, sko. Blæti er í sölu hjá Blöss. Blöss er náttúrulega með líka mjög skemmtilega gjafir. Ó, já. Þannig að þau eru meðal annars með Blæti. Og þetta er ekki við hæfi barna. Nei. Þannig að ef þú ert yngri en 18 ára. Ekki hlusta. Lokaðu eyrunum. Þetta er sem sagt Blæti. Hvernig virkar þetta? Bara spilgengur og lýsa spjöldunum með hljóðum og leik. Og mátt bara nota höfuð til að leika og mynda hljóð án þess að nota orð. Þannig að það eru líka drykkjareglur, sko. Já, þú veist, þannig að það er hægt að gera þetta að drykkjuleik. Leikmaður notar orð, þá tekur hann 1 sopa. Leikmaður segir pass, tekur 1 sopa. Það er alveg skemmtilegt. Ef þú dreifur spilið þamba, þá þarfst að klára drykkinn. Ef þú segir pass 3 svar í röð, þá er að klára. Og liður fæsti eftir leikinn, klára drykk. Þannig að það er hægt að gera þetta líka að, þú veist, a team game. Þannig að við erum að taka þetta á næsta spilakvöldi. Við, vinahópurinn. En, eins og ég segi, þetta er í sölu hjá Blöss. Ég held að við ættum að taka nokkuð spjöld. Stuð til ég að? Taka 1 spjöld. 1 spjöld, já. Ok, en hvað, það var að vera eitthvað refsing? En maður vill ekki gera það. Við erum ekki með neitt, sko. Nei, það þarf ekki að vera eitthvað sopa eða eitthvað, nei, við erum ekki með neitt. Nei, við erum ekki með neitt. Við skuldum það. Næstu fyrir að tapast. Já. Ok, og ég að draga. Ég hata svona. Og þetta leika. Ég veit ekki hvernig fokkanum ég á að leika þetta. Nei, ég get það ekki. Jú, þú verður. Nei, þetta er ógeð. Það er það? Já. Viltu reyna? Og ég ekki bara að segja orð? Nei, þú ert að leika. Hæ? Þú mátt ekki tala, þetta er bara hljóð. Já. Já. Þú má ekki... Án þess að... Má ekki segja orð. Já, þess að ég meina svona hljóð. Já. Já, en ég má ekki leika. Nei, bara með haustum. Þess að ég má ekki gera eitthvað með höndunum, skilur. Ekki með höndunum. Nei. Það er sem ég meina. Ég get það ekki, sorry, ég get það ekki. Ok, þú má draga 1 annað. Ok, þetta er ógeðslegt. Ok, spennt að vita hvað við hægt. It's a family show. Ok, ég skal gera þetta, frekar. Ok. Já. Gískaðu. Ok, byrju. Þetta er ekki bara svona minningur, þetta er ekki bara kynferðislegt. Nei, þetta er bara alls konar dónalegt. Já, líka öðru dónalegt. Þetta hefði ekki verið prump, en þetta var ekki prump. Það var mjög skrítið prump. Þetta er rétt að vona að prumpir ekki svona. Ég prumpur svona. Hvað var þetta? Þetta var
Já, ertu að reykja Já, þú ert að reykja eiturlyf þú ert að reykja jónu eða eitthvað Þetta er aðeins meira nýs reykja gras aðeins meira nýs úr svona, bong reykja bong já. okay. Maður hefur séð þetta í spólunum sko. Þetta hefur maður séð í spólunum já. Ok Trú ekki að náðu þessu Já, má ég vita hvað fyrsta spjaldið var? Já, viltu sjá það? Já, ok Einmitt, viljum ekki eins og eiga þetta eftir? Nei Já, ok Apa þetta eftir Ok, ég get leikið það Veit ég hvernig leikir það Kirka Kafna Já, okay. Kafna Þetta var allt í lagi Sko, við hefum alveg fengið stig og eitthvað Sko Jó, eina refsingunni Já Þú refsað mér eftir Það er svo refsar Nei, þetta er svona skemmtilega spil og ég get ímyndum að það sé mjög gaman að gera þetta drykkuleik Já, ekki með fjölskyldun en samt Nei, sleppið því Það er alveg mjög vandrarlegt moment Já, en það fæst í blöss Þetta fæst í blöss Þannig að check it out Eitt sem er líka búið að vera hella trending on my For You page Yes sir Sara Larsson Herðu Fyllistu ekki svona smá svona einhverju stolti? Jú, mér líður bara eins og sé bara svona vinkona mín sem ég átti í gamla daga Ég er bara svona, wow, there you go queen Bara loksins þetta gerast fyrir þig Loksins er hún að fá það sem að hún átti skilið Þetta er svona, þú veist, eitthvað svona hún var svona okkar bara svona við Skandinavíu áttum hana bara Já Og núna er hún bara turning worldwide Já En hún er alveg bara lengi, þú veist, að fara að túra út alla Evrópu og Bandaríkin eða eitthvað, ég veit ekki, kannski ekki Bandaríkin I don't know. Veit ekki. En þess að hún kom til Íslands, við vorum með auðvitað tónleikar hennar. Já. En hún er alveg búin að túra og eitthvað þannig. En núna er hún búin að ná til allra. Já. Og það er allir obsessed. Já. Hún er líka bara búin að breyta með Static. Já. Og it's fucking working. It is. It's fucking working. Það líka bara Bandaríkjamaðurinn er bara eitthvað, okkur ég aldrei heyrt hún áður. Og svo bara ógeðslega mörg frægleg skilur sem hún er á og fólk bara, já, þetta er hún. Já. Það veit ekki þetta er hún. Já, en ég veit, þú veist, Bandaríkin eru svo ógeðslega closed off. Já. Og bara vita ekki breska söngvara, eða þú veist, í alvörinu, þetta er alveg svona magnað, þú veist, maður gleymir því bara hvað Bandaríkin eru stór. Það er náttúrulega huge. Þú veist, þannig að þú veist, eitthvað sé clocking to anyone í Bandaríkjunum er huge moment, sko. En þú veist, við hlustum að Sara Larsson bara þegar við vorum, sko, í svona 13 ára eða eitthvað? Já, alveg unga, bara, sko. She's not me. She's not me. Eða munið eftir She's not me. Eða ekki, ég held að séu sum hlustundur okkar sem gætu bara vita ekkert um það. Oh my god. Þannig að þú veist, that was the breakup tune. Já. Part 1 og 2. Part 1 og 2. Fuck me, sko. Þetta var bara á YouTube á sínum tíma. Já. Og hún bara er þarna að syngja þetta og ég veit ekki hversu oft ég bara hlusta á þetta og grenja. Nei. Já. Og ég gera það enn í dag, sko. Já. Bara alltaf þegar maður tekur svona, veit ég, svona söngkvöld með vinkonu sínum. Það sem að einhverju vilja lag og maður bara syngja og dansa. Þetta kemur alltaf. Þetta kemur alltaf. Þetta er best. Þetta, þú veist, ef þið hafa ekki heyrt She's not me, þú veist, ég veit að ógeðslega margir sem hlusta við að nákvæmlega hvað lag vorum að tala um, hvað moment að tala um, hvað tilfinningar þetta lag vekur. Ég fæ bara gæsað að hugsa um það, sko. Ángríns. Það lag er það besta í heiminum, sko. Þarna vorum við bara, oh my god, hún er svo famous. Já, og líka bara fallegast mannski sem ég sé. Oh my god, hún er svo falleg. Ég var bara fucking dolfallin á henni og er hann, skilur, hún er bara gorgeous. Ég bara horfa á þetta vídeo og þetta er bara andlitið á henni allan tíman að syngja. Ég var bara, hver ertu og hvernig er röddin svona? Bara röddin hennar, hún er ekki bara the show og bara the body og allt þetta, skilur. Nei, hún er með geggjaða rödd. Sturlað vocals. Sturla. It's giving Ariana Grande, þú veist, class, skilur. Svona það flott, svona harmonizing og allt það. En hún byrjaði að vera svona smá worldwide trending í fyrra. Já. Út af Symphony Dolphin trendinu sem kom á TikTok. Svo fyndið. Þá byrjaði fólk... Var þetta trend? Já, það var trend. Já. Eða var þetta bara eitt vídeo? Nei. Þetta var mjög mörg. Og var fólk bara að gera edits af Dolphins? Nei, þetta var bara sama alltaf mýmið, skilurðu. Já, ok. Sama myndin. Ég skal sýna þessa mynd. Bara þessi mynd. Regnbogi og fullt af höfrungum. Já. Bling bling, eitthvað í sjónum og þú veist, svo skrifaður bara I have depression. Já, eða bara eitthvað. Já, alltaf eitthvað svona neikvætt. Já. Eða svona, skilurðu, þetta Symphony, skilurðu, Dolphin. Já, þetta lag undir. Já. Og þú veist, allir bara I have eitthvað anxiety, eitthvað svona sem er svona gefið með Symphony, skilurðu. Já.
Þannig að þetta var bara ekkert eðlilega væral. Já, það vektur svolítið svona athygli á henni bara allan heim, þetta, eða ekki? Jú, og svo byrjaði svona fólk sem að þekkir hana að posta af henni á tónleikum með þessum Dolphin og eitthvað og þú veist, og þetta lag. Já, þá bara allir bara, what, býtu, hver er þetta? Já, bara er eitthvað sljóð baku þetta lag. Já, það er eitthvað gælla á baku lagið. Já. Og hún er líka bara búin að geða mikið búin að gera sjálf með þetta, skilur. Þú veist, eiginlega breytti svona smá að stærginu sinni út í þetta. Svona mermaidi, ocean, geðið mikið emoji, skilur, svona stickers, dæmi. Bara geðvikt, take something and run with it. Já, og hún var bara svona geð svona, þú veist, bara í venjulegum svona kjólum og þú veist, bara algjör gælla, skilur. En núna er hún bara a showgirl, sko. Já, 100%. Damn. En það var sér þarna, óslega vel gert að taka eitthvað og run with it. Já, bara geðvikt. Þetta er bara best sem ég kom fyrir hana. Og líka, núna er hún búin að vera, þú veist, búin að breyta estæðarikinu sinu og kemur bara með eitt besta lag sem ég veit núna, bara Midnight Sun, ég elska það, þetta er bara fucking stökkir mig á hér, sko, ég elska þetta lag Midnight Sun og er að heita upp náttúrulega fyrir Tate McRae í sumar og þar er hún diskóverið alltaf almennilega. Líka hún var með hana núna með performance á var það MTV Music Awards hún var að performa á var hún með performance þar? Það var hún var allavega, hún var looking slay. Já, og hún var með performance á okkur svona tónlistarhátt. Það var röglega eftir að hún var að hita upp í sumar, eða ekki? Jú, það var eftir, þú veist, það var bara, bara nýlega. Þá fannst mér, þú veist, fyrir utan þá sem fóru kannski ekki að Tate McRae, þú veist, og sá hann ekki hita upp, skilu, að því að maður oft farið á tónleika, bara óslega að segja það, og einhverju hita upp og maður mann ekki hvað heita, sko. Einmitt. En mér fannst líka núna þegar hún var með performance á okkur einhverju verðluna að töf. Ok. Ég ætla að finna það ekki hérna. Oh my god, ok, kannski ég er fyrir mig vilt smál mér fannst eins og hún hafi verið eitthvað staðar eða kannski bara byrjuði vídeóinni sem uppbytun hún er núna með tónleika, sko, sjálf já hún er on tour kannski er ég eitthvað röglast hún er búin að vera út allt, sko en hún var allavega já ég veit ekki, kannski veit eitthvað hvað var að tala já, kannski var það bara því hún fekk velun og MTV MTV Europe Music Awards var hún þar? Já, hún fekk velun þar, en ok, ég kannski er rugglast en já, mér fannst svona, þú veist ég ætla að sé hana fyrir mér í þessu Midnight Sun outfiti performa Já, hún alltaf vakti ekkert eðlilega miklu athygli hana fyrir í uppbytunni á Tate McRae og það byrja allir bara, who is this girl? Og allir bara frá Evrópu bara, we know her, she's ours og það er bara skandinavi, bara við eigum hana, sko það er bara líka Evrópa, sko bara, þú veist, hún er alveg hjút í Evrópu, og bara, hvað mjög almatur þetta, þú veist, hvernig hún er bara svona breathtaking núna, það skín svo af henni líka bara, hún byrjaði með einhverjum dansaragæja einhvern tímann, fyrir einhverjum árum hún lærið helling djöfisins moves hún var ekkert svona dancing pop girl, sko ekki svona í mann eftir allavega hún var með svona eitthvað emotional eitthvað hún alltaf verið með hittira sem að, þegar við vorum á klubnum í gamla dag, þá var alltaf svona lögin hennar, skiluru algjörlega þessu Lush Live og eitthvað, skiluru þannig að þú veist, hún hefur alltaf verið með svona partyhittara, en ekki man ég eftir að hún var twerking like that, sko Nei, og ekki, einmitt eins og þú sagði líka, hún var aldrei með eitthvað svona sterk, maður sáði aldrei eitthvað svona fyrir sér Nei. Hún var bara sænsk gælla En ég bara svona, ég vissi ekki að vera hægt að koma með þess að því að Sabrina er our blonde bara superstar right now, skilur eins og Britney var ég var ekki viss að vera hægt að koma með annað svona ógeðslega ólíkt Já, einmitt. Það er svo fucking vel gert, skilja. Þú sleitar alltaf inspo í ykkur sem við kannski gera svipað hluti, skilju. Og svona óvart er eins og ég fara að byrja ykkur saman. Já. En það er bara svo ógeðslega ólíkar, skilju. Hún er bara eins og Sabrina og Tate McRae had a baby, skilju. Bara dansara, skilju. Já. Sabrina er meira svona, og þú veist, Tate McRae er bara crazy, bara geggja að dansa og eitthvað. Já. En hún náttúrulega búin að vera í bransanum í svo ógeðslega langa tíma. Það er sama með Sabrinu, eins og við rættum þegar Sabrina sprakk upp, skilju. Hún bara verið í þessu í 10 ár, skilju. Það kannski tekur bara sinn tíma. Og eina sem er, þú veist, ólíkt til Sabrina og Sara, þú veist, við fylgdumst meira með Söru.
að því hún var svo nálagt okkur innan gæslappa, hún var bara hinum með hafið, hún var bara Svíþjóð þannig að við svona einhvern veginn búin að sjá grændið en meðan Sabrina svona svolítið datt inn í hendunar okkur og við oh my god, wow gerði svona aðeins styttri tíma þar fyrir okkur, en þú veist, báðu búin að leggja geðið mikið grændi í þetta og þess vegna er maður svona, oh my god so proud stoltur af henni og líka bara, ég elska bara alla stílisýninguna og make-up lookin hjá Söru og líka hún er með svo geðast bara svona social media bara presence. Hún er svo fyndin og svo real svo bara í Amsterdam daginn svo það nei, hún er bara skemmtileg og líka bara svona, hún er ekki svona einhvern veginn full of herself nei, hún er bara mjög bara svona venjuleg svo líka bara kudos to her, hún er góð í ensku já, einmitt hún bara, það sér ekki á henni að hún sé með eitthvað reym, skilur nei, einmitt en ef ég fara hans bara yfir hver hún er já. En hún er Sara Maria Larsson hún er bámaður og fædd 1997 í Stokkólmi eða Solna nálægt Stokkólmi, Svíþjóð var það 28 ára? Já og hún er söngkona og lagahöfundur og við erum alltaf bara eins og við vitum hún er alltaf líka að skrifa lögin sín skilur ég elska þegar tónlistafólk skrifa sín einu það er mjög algengt svona í dag já, ætlum hún hafa skrifað Midnight Sun ég held það og svo stu líka hana nýja sem voru að koma inn á hana Swedish Boy FaceTime það er svo mikið núna Swedish Boy on FaceTime veistu hvað ég tala þetta er alveg trend núna á TikTok ég held að það hefur eitthvað verið með hana Pink hvað heitir hann áttir svona Swedish Boy báða bara að googla eitthvað afsakið já, hún skrifa líka Midnight Sun ég held að hún gerir það öll lögin sín sko já, það er mjög algengt samt, þú veist, svona að fólk fari síðan að kaupa sér lög já, einmitt þú veist, það er mjög algengt og það er ekkert að því sko þú veist, sem bara Bieber sem á bestu lögunum hans er skrifað Ed Sheeran sko þetta lag þetta er mikið giving svona 2000s þetta er með hennar þetta er ekki bara hennar þetta er hennar, hvað heitir hennar My name's Pink já, Lola, nei heitir hennar ekki Pink ég man það ekki ég held að jú, er það ekki? jú, já. My name is Pink ég held að þetta sé collab á já, hún segir það já ok, veit ég já, Pink Pantheress, já þetta er svona collab, hún átti þetta lag og núna kom hún með svona remix inn á þetta og það var eitthvað svona á tónleika sem sagði sem kemur inn á FaceTime og eitthvað þannig já, tala mig dó okay. you got all the info en já, nei, þú veist já, hún bara kom fyrst fram á sviðsljósi 2008 í sænsku Got Talent vann það er alveg svo crazy, ég vissi það ekki hana fyrir nýlega nei, og hún var bara 10 ára pældi í því já hún álega mikið svona online print svona, eða þú veist svona eins og hún Sabrina átti það er að finna alveg einmitt svo bara, þú veist, hún vann þá keppni og árið 2012 skrifa hún til fyrsta svona samningin við Teen Music Group fyrsta stuttskífun hennar kom út í janúar 2013 þannig að this has been a while sko og fyrsta breiðskífan kom 2014 þarna var hún peaking svona að koma aftur eftir She's Not Me fyrir okkur já, þá voru svona, Sara Larsson, where you been? Já Hvernig kom She's Not Me út? Ég veit það ekki Ég skal googla já, þú veist, svo bara byrjaði alþjóðlega, þú veist, hún gaf út fyrstu alþjóðlegu plötuna sína, eitthvað So Good sem kom út í mars 2017 og náði mjög góðum vinsældum en þú veist, hún er búin að vera með svona lög inn á milli en aldrei fengið recognitionið sem hún hefur átt bara 100% skilið já, bara ángríns að því maður heldur líka bara svona ekki að ef þú ert ekki enskumælandi að þú gætir fengið þetta ég veit það fattar mig þannig að maður er svona ekstra stoltur og ok, bara everyone, þú veist, fólk fyrir Íslandi getur þetta líka já, þú veist, Laufey Laufey Björk bara, þú veist, einmitt bara fullt af fólki þannig að þú veist, en maður gleymir því þú veist, maður finnst þetta einhvern veginn svona vera fjarri okkur út af því við erum fjarri þeim ég veit ekki okkur og það er smáltið svona Bandaríkin sem stjórna hverju er þú veist, trending, sko já, She's Not Me kom út fyrir 12 árum já, einmitt, oh my god, það er crazy og ég man bara að kom út, sko já, ertu að djóka þannig já, þú veist, hún hefur gert alls konar unnið til fjöldaverðlauna, hún hefur meðal annars fengið MTV Europe Music Awards og Grammys sem er sérst með sem er sænsk verðlauna tónlistaverðlaun cute, já, hún tilnefnd núna fyrir Grammy já, geðvikt Midnight Sun, tilnefnd þú veist, þannig að þetta er bara, já, einmitt ætla hún sé ekki líka, var hann ekki já,
einmitt. Bara, ég held, var hún ekki líka tilnæmd fyrir sem sagt Best New Artist? Aha, það meikar ekki sens, hún ekki new. Nei, það þarfst ekki að vera nú, eða þú veist, þú er bara nú yfirborðið. Maður sjá, ég held að sé, hann náttúrulega, það myndi ekki make sense það. Það er svona því hún búin að eiga alveg hittar og svo. Já, kannski ekki. Grammy Award for Best Dance and Pop Recording. Já, ok, en það er Olivia Dean, Katja, Marías, Addison Rae, Somber, Leon Thomas, Alex Warren og Lola Young sem eru fyrir Best New Artist núna í 2006, já. En já, þannig að það verður bara ógeðslega gaman að fylgjast með, var ekki að tala um að vera eitthvað mynd að koma? Jú, það er einhver heimilsbóla að koma hana. Geðvikt. Já, ég er svo spennt fyrir henni. Já, það verður ógeðslega gaman að horfa á hana. Já, og þá er hún bara svona geggja þegar þau eru nýbúin að gera eitthvað svona spólur og svo verða þau óvart. Allir séu bara svona að halda þessu. Já, það getur vel verið. Og svo bara, leið og ég spring. Waiting for the moment. Já, það getur alveg. Það er komið eitthvað. Hún er alveg að tala mikið sænsku þannig líka, en það er texta á eitthvað. Já. Ég er svo spennt að sjá svona hennar sögu, svona real life. Já, hvernig henni þess leið. Já, ég er svo spennt. Já. Sjá grændið, því að hún definitely grænda, sko. She has grinded og bara, ég mæli mig að followa hana á TikTok, sko. Ég elska hana. Án gríns. Hún er bara my favorite person on TikTok right now, sko. Hún postar svo, þú veist, hún postar svona bara svona ég veit ekki of útpældum vídeóum, skilurðu. Eitt sem ég verði að sína er svona áður sem að ég veit ekki hvort þú munir eftir þessu trendi, en sko, her vocals og þú veist, hún er bara svo weird, ég elska I love whatever is wrong with her, sko. Take it. Það er eitt vídeo sem ég var bara svona you are that girl. Já. Svo sem það. Já. Þú veist líka þetta. Já. Þú veist bara röddin hennar, hún er bara svona, ég veit ekki, maður er bara svona dáið staðinni. Maður getur ekki hægt að horfa. Þetta kemur svo ís úr henni. Já. Fattu komina? Hún er bara allt sem ég vil vera. Já. Hún er bara allt sem ég bara hefði vilja vera. Everything she want to be. En líka það sem ég elska við hana og við erum bara tónleika ASAP er að maður getur verið í smá búning svona eins og í Sabrina og eitthvað þannig. Hairstyles, svona þannig vibe. Ég sammála, það er geðveikt. The chains og allt þetta. Það er svo gaman. Giving smá svona mermaid-y. Love that. Allt make-upið, she's bringing back make-up. Spennt fyrir þessu. Spennt að fylgjast meira með henni. Já, mjög spennt. Og eitt áður að gleymi, en fyllið á byrðunar hjá Nadrikjær. Þetta kemur mánulega þessi tími og það er gott að vera með góða vörur og þeir sem eru nýja mæður eða þú veist nýbúin ekki spatt þá er gott að nota dömubindin til að sleppa öllum plast og eitrefnum og bara hafa þetta hreint og gott. Algjörlega, það er bara mjög mikilvægt. Við eigum það skilið. Við eigum það skilið og við eigum alltaf besta skilið. Já. Það er svona notum við Nadrikjær. Yes. Og ekki gleyma fólk að bestís og ég er náttúrulega að býja eftir einhver fái tenni með hann. Já, gullminn er ennþá að noti. Þannig að we love you guys. I love you besties.